Leiðtogar G7-ríkjanna hafa náð saman aukinn hernaðarstuðning við Úkraínu og refsiaðgerðir gegn Rússlandi. Forseti Bandaríkjanna segir leiðtogafundinn í Frakklandi hafa verið vel heppnaðan. Á 3.000 ríkisstarfsmenn fá meira en 1,5 milljón í mánaðarlaun. Fjármálaráðherra segir hafa komið sér á óvart hve margir þeir eru. Norðmenn gleðjast með krónprinsessunni sem gekkst undir lungnaígræðslu í Ósló í gær. Aðgerðin heppnaðist vel. Kjære meg. Ja, det var jo bare helt topp. 17. júní var haldinn hátíðlegur allt land í dag, þó veðrið hafi ekki alls staðar verið upp á sitt besta. Fjölbreytt dagskrá var í boði fyrir börn og fullorðna. Það bara svo margt skemmtilegt. Eins og candyfloss og sleikjóar og eitthvað. Gott kvöld og gleðilega þjóðhátíð. Samstaða G7-ríkjanna Úkraínu hefur sjaldan verið jafn mikil og nú. Leiðtogarnir náðu saman aukinn hernaðarstuðning við Úkraínu og refsiaðgerðir gegn Rússlandi á 3 daga fundi sem lauk í dag. Eins og svo oft áður voru allra augu á forseta Bandaríkjanna. Will you be in Geneva on Friday, Mr. President? Will you meet Zelensky? What action are you expecting from the Europeans? Sumt gekk sinn vanagang, mörg handabönd, margir fundir yfir stórt hringborð og margar myndatökur. En stundum gafst tími fyrir gjafir eða smá rabb. Þarna voru þau að bíða eftir Trump sem mætti of seint, ekki í eina skiptið á þessum 3 daga fundi. Hann mætti nærri klukkutíma of seint í morgun. Hello, I'm the boss. How are you? Good, thank you. Það sem hefur vakið hvað mesta athygli hversu smurt fundurinn virðist hafa gengið. Trump hefur ekki alltaf gengið í takt við hina, en í sameiginlegri yfirlýsingu sem var birt í dag einhugur meðal leiðtogana óhagganlegan stuðning við Úkraínu. Ríkin 7 heita auknum hernaðarstuðningi og þrýstingi á rússnesk stjórnvöld. Це важливі зміни. Я думаю, що це і є важливі політичні зміни. Und ebenso deutlich ist die Botschaft an Russland. Alle G7-Partner werden den Druck auf Moskau erhöhen, auch durch Sanktionen. Est objectivement un succès, c'est qu'il a été un moment d'unité, de discussion de qualité et de vraie coopération entre les dirigeants qui se retrouvaient ici. An extremely successful G7 summit. I would say it's one of the most successful. And this meeting could not have come at a better time. On Sunday, we reached an agreement with Iran that achieves everything we set out to accomplish, everything and much more. Trump sagði þó skýrt að þetta væri ekki endanlegur samningur, heldur viljayfirlýsing. Og ef stjórnvöld í Íran gerðu eitthvað sem honum mislíkaði, hikuðu Bandaríkin ekki við að grípa aftur til hernaðar. Vélstjórar, varðstjórar, nefndarmenn, flugvirkjar og eftirlitsmenn eru meðal hæst launuðu ríkisstarfsmanna. Fjármálaráðherra segist telja að flestir hinna hálaunuðu séu meira en heilu starfi. Það sé hvorki gott fyrir viðkomandi né þjónustuna. 2011 ríkisstarfsmenn voru með meira en 1,5 milljón króna í heildarlaun á mánuði frá apríl í fyrra til mars í ár, samkvæmt minnisblaði að beiðni efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis frá fjármálaráðuneytinu. Forsetinn í 20. sæti og næsti embættismaður í röðinni forsætisráðherra í 179. sæti með tæpar 2,9 milljónir á mánuði. Fyrir ofan forsætisráðherrann eru meðal annars læknar, flugstjórar, flugvirki, hjúkrunarfræðingur, héraðsdómstjóri, forseti Hæstaréttar og forstjóri Landspítalans. Já, ég verð nú að viðurkenna að þetta kom aðeins á óvart. Nú hef ég sjálfur verið ríkisstarfsmaður býsna lengi og aldrei komist í þennan hóp fyrir núna. Tæplega helmingur á hálunarlista ríkisins starfsmaður á sjúkrahúsi eða heilbrigðisstofnun eða 958 af 2011. Þar af starfa 632 þeirra á Landspítalanum.
Spítalinn líka langt fjölmennasti vinnustaður landsins með 7.000 starfsmenn, þannig að 1 af hverjum 10 af þeim með hærri laun heldur en 1,5 milljón á mánuði. Það alveg ljóst að launakjörin sem bjóðast eru mjög góð. Flestir hjá öðrum stofnunum en heilbrigðisstofnunum á listanum eru hjá Landhelgisgæslunni og hjá Háskóla Íslands, 67 á hvorum stað. Reyndar sá hæst launaði hjá HÍ með 2,4 milljónir á mánuði í laun, en 21 hjá Gæslunni með hærri laun en það og svo hæsti þar með 4,6 á mánuði. Fjölmargir starfsmenn framhaldsskóla eru með meira en 1,5 milljón á mánuði í heildarlaun. Þeir eru samtals 139, langflestir þeirra eru framhaldsskólakennarar. Í Fjölbrautaskólanum í Breiðholti 31 með meira en 1,5 milljón króna á mánuði. Í Fjölbraut við Ármúla eru þeir 20 og þar af 1 með 2,2 milljónir á mánuði. Í Fjölbraut á Suðurnesjum, Norðurlandi vestra og Borgarholtsskóla eru þeir líka margir. Hinnir hefðbundnu menntaskólar, svo má segja, komast vart með tærnar þar sem þessi skólar hafa hælana. Ég held að í flestum tilfellum þar sem að mjög háar launasummur að ræða fólk sem í meira en heilu starfi. Og þetta eitthvað sem við þurfum að skoða. Þetta ekki gott fyrir einstaklingin, þetta ekki gott fyrir þá þjónustu sem við erum að veita. Þannig að það stingur örlítið í augun þegar augljóslega að ræða meira en heilt starf. Ungliðahreyfingar 5 flokka á vinstri og hægri væng stjórnmálanna standa að félaginu Ung gegn ESB-aðild sem var formlega stofnað í dag. Og stofnfundinum á Hótel Borg í miðborg Reykjavíkur var að ljúka og þar Ragnar Þór Hrólfsson fréttamaður. Ragnar, þetta eru ólíkir flokkar sem að standa að þessu félagi, satt? Jú, þeir eru vissulega ólíkir, en hérna koma saman Vinstri græn, Miðflokkurinn, Framsókn, Sjálfstæðisflokkurinn og Sósíalistar. En hérna hjá mér eru talsmenn Sjálfstæðismanna, Framsóknar og Sósíalista. Segið mér endilega, hver eru ykkar markmið? Markmiðið náttúrulega að taka saman höndum þegar kemur á svona grundvallar spurningu framtíð þjóðarinnar. Þá þarf stundum að leggja flokkspólitíkina til hliðar og sameinast í baráttunni og það erum við að gera hér. Þvert á pólitíska litrófið vegna þess að við erum ekki sammála endilega allt. En við erum sammála það, við getum gert hlutina sjálf vel eða við getum gert það illa. En við getum samt alltaf gert það betur og munum gera það betur en einhverjir aðrir í útlöndum fyrir okkur. Einmitt, og nú eiga þessi flokkar ekki alltaf samleið, en segðu mér, hvernig hefur gengið að byggja á þessum grundvelli? Það hefur bara gengið mjög vel, búin að vera mjög góð stemming hjá okkur, við erum mætt hérna í dag. Það eru til margar útgáfur á neginu, en hérna eru öll komin saman að því við teljum að framtíð Íslands og hagsmunir ungmenna betur varin utan Evrópusambandsins. Einmitt, og segðu mér, var eitthvað samþykkt hérna á fundinum í kvöld? Var eitthvað samþykkt hérna á fundinum í kvöld? Það bara að við stöndum saman á vörð íslenskt fullveldi og við erum hérna öll í sameiningu, það ógeðslega góð stemming og það bara, mér þykir svo vænt að það eru svo margir komnir hérna til þess að sem þetta mál bara snertir og við erum öll sammála því og samþykk því. En það var vissulega ályktun, það ekki, sem var samþykkt núna á fundinum í kvöld, það ekki? Já, það var samþykkt stjórnmálaályktun og það búið að mynda stjórnfélagsins sem setin að fulltrúum úr þessum 5 mismunandi ungliðahreyfingum og núna bara í áframhaldi af þessu að þá í raun hefst formlega baráttan og í raun hjá okkur unga fólkinu. Einmitt það, en við ætlum að staldra við hérna á Hótel Borg að sinni. Takk fyrir þetta, Ragnar Jón á Hótel Borg. Norska krónprinsessan Mette-Marit hefur gengist undir lungnaígræðslu. Prinsessan sem 52 ára hefur glímt við illvígan lungnasjúkdóm frá árinu 2018. Í tilkynningu frá sjúkrahúsinu í Ósló segir að aðgerðin hafi gengið vel en Mette-Marit verði áfram á sjúkrahúsi næstu vikurnar undir venjubundnu eftirliti. Heilsu krónprinsessunar hafði hrakað verulega síðustu mánuði og var tilkynnt nýlega að hún hefði verið sett á biðlista eftir lungum. Hákon krónprins dregur úr opinberum skyldum sínum á næstunni til að geta verið meira með eiginkonu sinni á meðan hún jafnar sig. Å, kjære meg. Ja, det var jo bare helt topp. At det har gått bra, da.
Det jo en fæl sykdom, så vi glad hun har fått den hjelpa hun trenger. Ja, det jo veldig bra, for hun har vel slitt i det siste, så det var veldig fint for hun og for familien da, at hun har fått den transplantasjonen. Jeg tenker at det godt å ha fått nye lunger, og hadde vel ikke overlevd hvis ikke. Og jeg unner alt vel, bortsett fra alt dette andre tullet hun har ordnet seg oppi. Men det må ikke blande det oppi dette. Det godt at hun har fått nye lunger. Líf og fjör var víða á höfuðborgarsvæðinu þar sem fólk kom saman til að fagna þjóðhátíðardeginum og veðrið lék við borgarbúa. Dagurinn hófst með hátíðlegri athöfn á Austurvelli þar sem Halla Tómasdóttir, forseti Íslands, flutti þjóðhátíðarræðu sína. Þar talaði hún meðal annars mikilvægi samvinnu og samtals á tímum óvissu í alþjóðamálum og vísaði einnig til komandi þjóðaratkvæðagreiðslu Evrópusambandið. Hún taldi lýðræðið ekki aðeins byggja á skoðanafrelsi, heldur einnig sameiginlegum lausnum og skilningi á skoðunum annara. Fjallkonan þetta árið Elín Sif Halldórsdóttir, leik- og söngkona og flutti hún í ávarpi sínu texta eftir Braga Valdimar Skúlason. Eftir að dagskrá á Austurvelli lauk gekk skrúðganga upp Suðurgötu í átt að Hólavallakirkjugarði, þar sem lagður var blómsvegur að leiði Jóns Sigurðssonar og Ingibjargar Einarsdóttur. Þar flutti Björg Magnúsdóttir, forseti borgarstjórnar, ávarp. Í Hafnarfirði mátti einnig finna fjallkonu og var það hinn 84 ára gamla Gunnhildur Sigurðardóttir sem flutti ávarpið. Hún sagði hlutverkið hafa komið sér á óvart. Ég var bara svo hissa þegar hún Sunna hringdi til mín og sagði að það væri búið að útnefna mig sem fjallkonu Hafnarfjarðar og ég hugsa með mér, þetta grínast því að gömul kona hvað hún að gera upp á svið. Gunnhildur fór með ljóð eftir Stefán frá Hvítadal sem samið var við vígslu Sankti Jósefs spítala fyrir 100 árum. Sjálf starfaði Gunnhildur í yfir 40 ára á spítalanum, meðal annars sem hjúkrunarforstjóri. Og þetta bara mjög magna ljóð sem að sýni það að það var mikil svona blessun á bakvið þetta allt saman og það var líka, það þrungið því að hjálpa fólki. Það var ekkert sjúkrahús hérna á þessu svæði nema bara sjúkrahús Landakoti Reykjavík. Þá lét yngri kynslóðin sig ekki vanta við hátíðarhöldin. Eitthvað sérstakt sem að þú gerir alltaf á 17. júní? Það mér átt sleikjá. Og ertu með eitt svoleiðis núna? Já. Hvað finnst ykkur gaman að gera á 17. júní? Að vera að búið sleikjá. Sleikjá. Ég búin að vera bara rétt í jólaþorpinu, svo hjólaði ég hingað, að Fremsborg jólaþorpið og hingað. Svo labbaði ég bara hingað og svo ég bara búin að vera hér. Hvað segið þið, finnst ykkur 17. júní skemmtilegu dagur? Já. Já. Hvað svona skemmtilegt við hann? Það bara svo margt skemmtilegt. Eins og kandifloss og sleikjóar og eitthvað. Og fleiri en höfuðborgarbúar fögnuðu þjóðhátíðardeginum í dag þrátt fyrir að sólskinnið hafi vantað sumstaðar, skemmtu flestir sér konunglega. Á Akureyri keyrði blómabíllinn af stað frá Naustaskóla klukkan 11 en segja má að það hafi markað upphaf hátíðarhaldana fyrir norðan. Þegar ég var svona 10-12 ára eða hvað þá var blómabíll og það þótti meiri háttar viðburður því að krakkar hópuðust út á götu og hlupu eftir blómabílnum, eiginlega gaman. Og þetta bara orðin 17. júní hefðin að þér? Já, þetta er þannig. Mér finnst bara mjög gaman að gera þetta. Hátíðlegt? Já, það er það. Hátíðardagskrá var í lystigarðinum og stærsta bílasýning landsins var opnuð í Boganum. Hún markar upphafið að bíladögum þetta árið en sýningin hefur verið haldin síðan 1974. Þetta er sýning númer þá 54 ekki og þetta er 20. ári sem við erum búin. Þetta er bara flottasti bíll á landinu, draumabíllinn minn. Hann er 83 Chevrolet C10 Shortbed og já, og hann virkar, flottu bíll. Þetta er bara gaman, við viljum bara járn og króm sko, og mikið power.
Egilsstöðum voru hátíðarhöld færð inn í íþróttamiðstöðuna eftir skrúðgöngu sökum veðurs. En það kom ekki að sök þar sem gestir glöddust með sykurull í hendi og sér íslenskri andlitsmálingu. Á Ísafirði var einnig haldið upp á 82 ára afmæli lýðveldisins. Þar var hefðbundin dagskrá sem innihélt kórasöng, lúðrasveit og ávarp fjallkonu. Í kvöld verða svo opnunartónleikar tónlistarhátíðarinnar við Djúpið sem stendur alla helgina. Dalvíkingar söknuðu sólarinnar sem hafði gert sig heimakomna þar undanfarna daga. Gestir þar í bæ létu það ekki á sig fá og klæddu sig upp fyrir skrúðgöngu og skemmti dagskrá við íþróttamiðstöðuna og menningarhúsið Berg. Til stendur að stækka Mjóeyrarhöfn við Reyðarfjörð og verður alltaf 10 milljörðum króna varið í uppbyggingu til ársins 2040. Framkvæmdirnar voru kynntar á íbúafundi á Reyðarfirði í gær. Verkið verður unnið í áföngum. Meðal annars stendur til að lengja hafnarkantinn rúma 500 metra og stækka gámasvæðið. Bæjarstjóri Fjarðabyggðar segir þetta verða mikla lyftistöng fyrir sveitafélagið og Austurland allt. Umsvif fyrirtækja á svæðinu munu klárlega aukast með þessum framkvæmdum. Hér eru grímis tækifæri til enn frekari aukningar á bæði starfsemi fyrirtækja og flutningum hér á svæðinu og þessi uppbygging mun klárlega styðja við fjölgun starfa og fjölgun íbúa hér á Austurlandi. 32 slökkviliðsmenn voru útskrifaðir á Selfossi í dag úr grunnnámi slökkviliðsmanna og 5 úr lengra námi. Núna starfa 160 slökkviliðsmenn hjá brunavörnum Árnessýslu. Athöfnin fór hér fram í björgunarmiðstöðinni á Selfossi í morgun en þar eru brunavarnir Árnessýslu með höfuðstöðvar sínar. Útskriftarnemendurnir voru allir í sínu fínasta pússi enda 17. júní. Fjölmenni mætti við athöfnina en þeir sem voru að útskrifast úr grunnnáminu fengu nældan silfurlitaðan skjöld í sig og þeir sem útskrifuðust úr atvinnuslökkviliðsnáminu fengu afhenta svokallaða öxi sem að búið að merkja þeim. Þetta er stærsti hópurinn sem við höfum útskrifað til þessa. Glæsilegur hópur sem dreifist alla sýsluna okkar. Akkur er þessi mikli áhuga að vera slökkviliðsmaður? Ég held að það sé bara svo gaman að vera slökkviliðsmaður og í þessu glæsilega slökkviliði sem við eigum hérna í Árnessýslu og fólk vill vera hjá okkur. Við eigum sem í dag 160 slökkviliðsmenn og við erum með 7 slökkvistöðvar í dag og erum að byggja það 8. Þetta er hópur sem er búin að standa sig gífurlega vel og búin að fara í gegnum mikla og erfiða þjálfun, mikla síu og við höfum reynt ýmislegt á þau en þau hafa farið í gegnum þetta allt með bros á vör. 4 konur útskrifuðust úr grunnnáminu en konum fjölgar alltaf smátt og smátt í slökkviliðum landsins. Ég fór í þetta því það er að koma ný björgunarmiðstöð upp á Borg og slökkvilið þar þannig að ég ákvað skrá mig til að vera á þeirri stöð. Já, það er líka á Flúðum. Þetta er mjög spennandi, sko. Og konum er stöðugt að fjölga í slökkviliðinu? Já, það mætti samt vera fleiri, myndi ég halda. Þannig að... Þetta leggst allt vel í ykkur? Já, mjög vel. Og sjálfsögðu var boðið upp á kaffi og veitingar eftir útskriftina, meira að segja sérstaklega slökkviliðsköku. Og þá veðri, norðaustanátt víða 8 til 15 metrar á sekúndu. Rigning landið austanvert en yfirleitt þurrt vestanlands. Hiti verður á bilinu 5 til 15 stig og það verður mildast suðvestan til en svalast við austurströndina. Nánar veðrið að loknum íþróttum. Kylfingurinn Gunnlaugur Árni Sveinsson hefur leik á opna bandaríska meistaramótinu í golfi annað kvöld. Hann segir mikilvægt að fara pressulaus inn í mótið. Lionel Messi mætti til leiks með látum á HM í fótbolta þegar hann skoraði 3 fyrir Argentínu og jafnaði markamet HM. Svo sjáum við svipmyndir úr bikarkeppni kvenna í fótbolta og úr toppslag bestu deildar karla ásamt fleiru í íþróttum hér eftir fréttir. Og þá skulum við rifja upp það helsta í þessum fréttatíma. Leiðtogar G7-ríkjanna hafa náð saman aukinn hernaðarstuðning við Úkraínu og refsiaðgerðir gegn Rússlandi. Forseti Bandaríkjanna segir leiðtogafundinn í Frakklandi hafa verið vel heppnaðan. Á 3.000 ríkisstarfsmenn fá meira en 1,5 milljón í mánaðarlaun. Fjármálaráðherra segir hafa komið sér á óvart hve margir þeir eru. Norðmenn gleðjast með krónprinsessun sem gekkst undir lungnaígreiðslu í Ósló í gær. Aðgerðin heppnaðist vel. Og 17. júní var haldinn hátíðlegur allt land í dag þó veðrið hafi ekki alls staðar verið upp á sitt besta. En fjölbreytt dagskrá var í boði bæði fyrir börn og fullorðna.
Þessum fréttatíma að ljúka og það komið að íþróttum og veðri. Næsti fréttatími í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á ruv.is. En við þakkum ykkur samfylgdina í dag. Hafið það gott og verið sæl.